Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og ég mættur hérna með góða gesti með mér í sjávarútvegsspjallið í kvöld og það eins og oft áður Ólafur Jónsson, Óli Ufsi og okkar gestur í kvöld, aðalgestur Lilja Rafney Magnúsdóttir. Ég veit ekki hvort að má segja það en hún náttúrulega var að afreka stóra hluti á Alþingi Íslendinga í vikunni við að koma í gegn grásleppu frumvarpinu að fara úr kvótakerfi með grásleppuna í meira frelsi og búa til eins og þetta var áður ókvótabundið heldur bara dagakerfi, fara úr kvótakerfi í dagakerfi. Og Lilja, við byrjum á þér. Hvernig þetta búið að ganga fyrir sig og hvernig var kannski aðdragandinn að þessu og svo þessi saga af þessum gjörningi? Já, þetta á sér nú forsögu og ég ætla nú ekki að eigna mér þetta einn en ég hef virkilega barist fyrir því að koma grásleppinu úr kvóta. Þið þekkið þetta mína fortíð, ég er búin að vera, eða var einhver 25 ári í Vinstri grænum og bara var þar að leggja mitt að mörkum til að berjast fyrir sjávarbyggðirnar og landsbyggðina í heild. Ég blöskraði alveg þegar að Vinstri græn og ég var þá varaþingmaður 2024 fór að standa því að setja grásleppinu kvóta sem hafði verið ýtt út á borðinu þegar að Vinstri græn voru við völd með öðrum flokkum, Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki, þarna milli 2017 og 2021. Já. Svo að það var bara að dropi sér fyllt í mælirinn og ég sagði mig úr þeim annars ágæta flokki að mörgu leyti. Og átti nú ekki von á því að ég væri að fara endilega aftur á þing en örlögin eru þannig að mér var greinilega ætlað einhver hlutverk aftur í lífinu varðandi þingmennskuna og slóst í lið með flokki fólksins og setti þetta á oddinn að gera breytingar á þessu og þar hljómaði mín rödd alveg mjög vel við formann flokksins og forystuna þar að koma þessari grásleppu aftur úr kvóta svo að við lögðum bara mikla vinnu í það að koma slíku frumvarpi í gegn á síðasta þingi en það tókst ekki og út af veiðigjalda umræðinu sem drekkti öllu. Við gáfumst ekki upp og héldum áfram með þetta mál í síðastliðið haust og það hefur tekið ansi langan tíma því að sérhagsmunagæslan, hún yngri lík og það var auðvitað ekki bara inn á þingi heldur utan sem var barist mjög hart gegn því að við gerðum þetta og ég held að menn hafi ekki trúað því okkur tækist þetta. Þess vegna ég bara rosalega glöð og ánægð fyrir hönd bara þeirra sem vilja stunda grásleppu veiðar og hafa jafnræði og styðja við aðra smábáta útgerðir landinu en ég ætla ekki að eigna mér þetta einn við eru þarna mörg sem höfum unnið að þessu og eins og sagt fyrir vestan í léttum tón að maður gerir ekki raskat einn, það er nú bara þannig. Nei, en þetta hafðist fyrir rest. Það var nú ánægilegt eða ég fékk að vera þáttakandi í því að láta þetta ganga upp og þökk sé þeim flokkum sem að stóðu með okkur í þessu. Já, það voru náttúrulega, má ekki gleyma þeim heldur. Nei, við hefðum ekkert getað gert þetta nema að það náði samstaða með okkar samstarfsflokkum og ég líka bara mjög ánægð með það að við gátum sameinast þetta að það hefði ekki tekist öðruvísi. Og það náttúrulega má minnast á það að þetta var náttúrulega þingmannafrumvarp. Já. Sem að þetta var ekki á vegum ríkisstjórnarinnar sem slíkt. Nei, þetta var ekki á vegum ríkisstjórnarinnar og mér fannst líka bara mjög eðlilegt að við héldum því áfram þannig þegar við þurftum að endurflytja frumvarpið í haust þar sem að vinnan hafði farið fram innan okkar að við myndum fylgja því eftir og við höfum mjög góðan lögfræðing innan okkar aða sem við létum
vinna mjög góðan kafla varðandi stjórnarskrárvarin réttindi sem hefur nú mikið verið umræðinu í sambandi við þetta mál að við varum að brjóta þar stjórnarskrána en við teljum og ég tel að við hefum rakið það með skýrum hætti í okkar greinargerð með þessu frumvarpi og ég hef ekki áhyggjur af því að við sem að gera einhvað slíkt. Nei, en það náttúrulega má líka til sannsvegar færa og segja að mannréttindasnefndar álit Sameinuðu þjóðanna frá 2007 styrkti þetta náttúrulega, raunverulega, álit mannréttindadóms. Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna. Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna, það var ekki dómstóll, en áliti frá þeim styrkti náttúrulega þetta verulega og ásamt mörgu öðru og jafnvel álit margra lögfræðinga og hæstaréttar lögmanna fyrrverandi og dómara jafnvel í hæstarétti eins og Magnúsar Thoroddsen. Já, ég kannast við það vegna þess að ég ásamt öðru þingmannum á sínu tíma hafði forgangum það að fá þetta lögfræðaálit frá Magnúsi Thoroddsen, hæstaréttar dómara fyrrverandi og það var mjög gott að geta dregið það fram við þessar aðstæður og það hefur alveg staðist tímast tönn að við getum breytt lögum sem snúa fiskveiðistjórn með lögum og það er bara þannig að Alþingi hefur heimild til þess. Já, enda náttúrulega fyrsta grein í fiskveiðistjórnarlögunum segir að þetta myndar aldrei eignarétt eða annað í þeim dúr. Nei. Þannig að þetta er alveg á að vera alveg skýrt. Já, en andstæðingarnir hafa dregið fram varðandi stjórnarskrárvarin rétt, varðandi atvinnuréttindi og ég til líka að við höfum dregið það fram að við værum ekki að ganga á þann stjórnarskrárvarin rétt vegna þess að allir þeir sem hafa fengið úthlutaðar aflaheimildir í þessu kvótakerfi sem verið hefur frá 24 að þeir eiga rétt á að sækja veiðileyfi aftur í dagakerfinu. Og geta bara fengið að stunda sína grásleppu veiðar eins og áður. Já, svo við erum ekki að svifta neina atvinnurétti en það var að ég tel verið að gera gagnvart þeim sem fengu lítið sem ekkert úthlutað af aflaheimildum þegar að þetta kvótakerfi var sett á. Þrátt fyrir að vera búin að vera að stunda jafnvel grásleppu veiðar í 20 ára. Nákvæmlega, eða fengu það lítið að það borgaði sig ekki að gera út á það og ef þeir veitu það ekki fyrsta árið þá fengu þeir ekkert útluta næsta ár svo að þetta var mjög óréttlátt allt og hefði þetta bara leitt til mikillar samþjöppunar eins og við þekkjum þetta í kvótakerfinu. Já. En ég var svolítið tengdur því þegar að öðrum sortum sem voru settar í þetta kvótadæmi hjá þeim með grásleppunni. Það var beitukóngurinn, það var sæbjúin og það voru ígulkerinn. Og ég get fullyrt það að Hafró gerði engar rannsóknir, hafði enga vitneskju hvað ástandið væri á þessum tegundum í veiði undanfarinna ára, ekki nein. En samt gátu þeir gefið út kvóta. Þetta var alveg galið. Hvernig erum við, hvert er þetta kvóta vitleysa komin ef að menn geta verið að setja kvóta á tegundir á þess að hafa hugmynd stöðuna? Nei, þeir hafa aldrei dýft niður veiðafæri eða á neinum af þessum miðum. Þá er þetta einhver annað heldur en einhver vísindalega ráðgjöf Hafró sem menn byggja á Nákvæmlega. Að það er þetta bara viljinn að koma öllum tegundum í kvóta með öllu því sem því fylgir framsali. Hefur ekkert með fiskveiðistjórnun að gera. Hefur ekkert með lífríkið eða verndun þess eða annað fílíkt. Nei, það er nefnilega málið. Og menn hafa var þetta Hroggilsinn ekki verið að fara fram úr þeirri ráðgjöf sem hefur verið í gegnum árin. Svo að það er ekki það sem hefur rekið eftir því að fara þessa vegferð. Það eru aðrir hagsmunir sem ég held að við þekkjum vel hérna við borðið. Það leiðir hugan að því hvað spillingin er orðin mikil í kringu þetta kerfi. Segi ég. Þetta er bara því miður orðið þannig að það er
líka veðsetningin í þessari grein Já, sjávarútvegi nákvæmlega. og bankarnir auðvitað risu upp til að standi vegi fyrir að það yrði einhverja breytingar gerðar á kvótakerfinu þegar átt að reyna að gera það þarna milli 2009 og 2013. Já. Þá sá maður bara skjaldborgina sem reis þar upp Já. út af veðsetningu og öðru og Veðsetningin, já, þetta já. er auðvitað ekki gott að horfa til þess að þessi sameiginlega auðlind sé í raun orðin svona verslunarvara nú fyrirtækja og veðsetning banka og það sé fari allt á hliðina ef menn hreyfa eitthvað við því. Já. Það er nú einn af stóru, það er kannski stæðsta vandamálið við þetta, er það að það eru bankarnir sem að hafa reyndar verið misnotaðir í sambandi við fiskveiðistjórnarkerfið eiginlega frá því að kvótinn var settur á 84. Því það var byrjað að flokka eiginlega einstaklinga út úr útgerð, losa þá undan, neyða þá til að selja og hætta útgerð jafnvel og annaði þeim dúr. Og það fór mikið eftir flokkskirtunum hvort þú fékkst fyrirgreiðslu eða ekki. Já. Þið bræðurnir þekki það nú. Já, það eru margir sem þekkja það bara á eigin skinni. Já. Og þetta er bara búið að vera svona í gegnum tíðina. Já, þetta skiptir fyrirgreiðsla bankana gagnvart fyrirtækjum í sjávarútvegi öðru gífurlega miklu máli og það verið stundum vera þannig að þeir sem skulda mest hafa greiðastan aðganga að meira lánsfé því það er meira undir þar að bankarnir geti haldið áfram að hafa hagnað af viðkomandi en þeir sem eru svona ekki eins umsvifamiklir að þeim ekki treyst sem eru þetta mjög slæmt að menn sitja ekki við sama borð upp á fyrirgreiðslu til að geta komið að stað hvort sem er litlum eða meðalstórum fyrirtækjum. Nei, en þetta er nú bara svona sagan í gegnum þetta kerfi allt saman og það voru mörg dæmi það að menn voru jafnvel settir á hausinn þó þeir væri ekki gjaldþrota þeir ættu fyrir skuldum og þetta bara svo eftir hrun man ég eftir fyrirtæki í Hafnarfirði sem var sett á hausinn en það skuldaði minna heldur en mörg önnur fyrirtæki og með betri kvótastöð og annað þess áttar en því var fórnað. Já. Það hét Festi þetta fyrirtæki í Hafnarfirði og var að gera mjög góða hluti í ferskum útflutningi á fiski, unnum, flöggum og svoleiðis. En þetta er nú það sem við erum að búa við. En svo við snúum okkur aftur að Lilja, sérðu fyrir þér einhverja fleiri tegundir gætu farið út úr kvóta? Ég ætla nú kannski aðeins að leyfa mér bara að njóta einhverja vikur áður en ég fer alveg að velta því fyrir mér en ég tek alveg undir það sem að Óli var að segja varðandi þessar tegundir sem fór í kvóta eins og sæbjújón og ígulker og annað þvílíkt að þetta er auðvitað ekki einhvað sem rekur menn til þess varðandi verndun þessara stofna að rannsóknir eru bara ekki þar staddar að það sé það sem þurfi til að reka menn í það að kvótasetja. En það er náttúrulega Hafrannsóknastofnun spilar stóra rullu með sinni ráðgjöf til ráðherra á hverjum tíma og það er til dæmis eins og með grásleppuna sem er upp í sjó kannski í 9 eða 10 mánuð á ári og er þá bara uppsjávarfiskur í rauninni en slær sér niður á botn til að rigna og upp í Gunnsheiði upp í fjöru upp í fjöruborði maður sá hana upp á klökkunum út í brandinum og Boðagrunnu hann var þar upp í klettunum hún var aldrei niður á dýpinu. Nei. En það virðist vera að Hafrannsóknastofnun nýti sér eingöngu þær rannsóknir það sem hún veiðist í botninum að það er alltaf á sama það er byggt á því eingöngu sem mér finnst bara mjög sérstakt að það sé ekki hortið fleiri þátt að það sem hún er uppsjávarfiskur og ég hefði lagt til að Hafrannsóknastofnun hætti með togararöð
eins og það framkvæmt í dag Já. og ég myndi ráðleggja að nota trillurall hringinn í kringum landið. Nota til dæmis strandveiðarnar. Já. Strandveiðarnar eru gulli tækifæri Já. til þess að fá einhverja mynd af veiðinni. Já. Þetta sýnir svo nákvæmlega hvað verið að taka mikið, hvað sterkur stofninn á þessum parti og þessum parti á landinu. Og ég ætla bara að segja það í þessa viku sem ég var á strandveiðum þarna fyrir 2 árum. Að sko fiskurinn sem ég sá, þetta var í Víkurálsbotninum og upp að Látragrunni og ég fór þarna ystur af öllum og var nú hálfgjört eins og sauður þarna með öllum þessu snillingum. Nema ég fer þarna yst bara og læt að því þar þekkti ég mig og hendi út færunum og heyrðu, ég rak í norður og það var á hverju krók allan tíman og ég rak í suður og það var á hverjum og þá var báturinn fullur. Og þetta voru allt saman aulafiskar, bara eins og stærstu fiskar sem þú sérð. Þú varst bara hrættur þegar þeir komu upp úr. Og þetta var alla leið upp að Látrabjargi. Hvað voru tugir þúsunda tonna af þessum fisk? Þarna var engin togari. Þarna var engin línubátur eða netabátur. Það voru bara þessi bátar. Já. Og þetta stóra svæði, ég sá aldrei svona mikið af þorski á Íslandsmiðum í þessi 20 ár sem ég var skipstjóri. Nei, á togara. Ekki fisk farin að reka á land á Stokkseyri? Það ekki að nýjasta? Jú, það bara opna pottin. Þetta ekkert lægi líkt. Nei, en ég með teku undir þetta með þér, Óli, varðandi að nýta strandveiðiflotann til rannsókna og ég hef haldið því á lofti svona þar sem að þessi umræða fer fram milli þingmanna og við ráðherra. Þetta er bara svo gulli tækifæri. Og það ákveðin rannsóknarkvóti sem Hafrannsóknastofnun fær sem hvergi eyrnamerktur inn í ráðgjöf Hafró, allt fyrir utan og þeir hafa hann og utan ráðgjafar Hafró til þess að vera með rannsóknir. Akkur ekki hægt að gera það sama við strandveiðarnar, að það sé ákveðið magn utan ráðgjafar Hafró, alveg eins og fyrir, nú fordæmi fyrir. Og nýtt ymmit til að rannsaka ymmit fiskgengd og hvernig þetta í kringu landið. Þetta bara, finnst mér, liggja alveg, borður liggjandi algjörlega. En það eins og að sé bara einhver svona rosaleg þvermáska í að brjóta einhvað upp þetta minnstur sem í dag. Já. Og það þetta ekki gott þegar vísindi eru annars vegar. Ef það heitir frelsi þá má það ekki vera í sjávarútvegi á Íslandi. Ef það heitir frelsi má það ekki vera þar. Nei. Það má enginn tala það, það má enginn hafa skoðanir á því. Þetta bara svoleið, þetta þvílík eigingirni sem bakvið þetta lið, eins og Karl Greiðan Steingrímur Hermannsson sagði, frekjan í honum Kristjáni Ragnarsinni var þvílík að gekk fram á honum. Frekjan var svo mikil. Svona þetta kerfi byggt upp. Þetta eru sérhagsmunir fárra útvaldara og annars vegar eða heildarhagsmunir heildarinnar. Þetta snýst þetta. Já. Þetta það sem heildin fær ekki að ráða. Nei. Að frelsi virðist vera í fjármálageiranum og einkageiranum en þegar það komið fyrir þá minni í samfélaginu sem eru að reyna að fóta sig og vera sjálfsins-herrar, hvað sem í þessum smábátaútgerð eða öðru, að þá það bara mjög þungt undan fæti að gera það og þá eru þessi frjálshyggju postular að þeir bara berjast gegn því eins og við urðum vör við á þinginu gagnvart þessu frumvarpi okkar varðandi grásleppuna. Heldur betur, það sást framan í skömmina. Það var svo leys. Ég var agndofa að hlusta á þessar umræður. Þetta var grímulaust. Þetta var grímulaust. Það var það sem það var. Já. Og það var kannski ágætt að ná því fram líka fyrir almenning. Ég held að hafi opnað það mátti það á að sýna þetta í skólum.
Víti til varnaðar. Og tölum áfram með þetta eins og strandveiðarnar. Sjáiði með ufsan. Ég sagði strax, akkur að setja þetta á ufsan? Þið vitið ekkert ufsan. Það var nákvæmlega sama og var með þetta. Þeir vissi ekkert ufsan. Það gæti verið svona mikill ufsi þetta árið, það var svona mikill, það vissi enginn þetta. Núna, til dæmis, þegar við erum að reyna að byggja upp mannréttindi á litlu bátunum, það væri gífurlega mikill stuðningur við litlu bátana ef við fengjum bara að veiða ufsana frjálsum undir einhverju frelsi, skilurðu. Það er þetta bara sóun að geta ekki nýtt þar fisktegundir sem eru og við látum það bara liggja milli hluta. Togararnir eru ekki að veiða ufsan sem þeir eru að fara á. Nei. Ja, ég veit að því að ég var nú formað atvinnuveganefndar 2017-21 og þegar við náðum þessu 48 dögum sem ég vil nú halda til haga, ég náði samstöðu þverpólitískt í allir í nefndinni. Já. En það átti auðvitað eftir að tryggja afla fyrir þessa daga og þar var steinn í götu okkar sem við þekkjum, sem var þáverandi ráðherra sem vildi ekki opna það að við getum tryggt það. Nei. En það átti að vera þá seinni tíma barátta, þetta næst ekki allt í einu. En þá var einmitt mátti veiða inn í lögunum þá ufsa á strandveiðum utan þessa 774 kílóa sem er skammtur, dagskammturinn. Já. Og ef að það er núna ekki þannig að ég held að það sé ekki búið að breyta því, ég ætla ekki að fullyrða það, en auðvitað bara almennt með ufsan sem veiðist ekki það helmingur á síðasta ári sem nýttist á útlutuðum kvóta. Að þetta ætti auðvitað að vera frelsi. Já. Það búið að vera svona sem ég er ákomið. Þetta ætti að vera þetta frelsi til þess að veiða hana ufsan, er þetta bara sóun á okkar auðlindum að gera það ekki og ekki heilbrigða auðlindanýting. Og nýtingu þessara báta. Já. Það er óhemju vinna hver einasti eigandi af þessum bátum, hann er að vinna sínum bát. Skilur, það er mikill vinna til þess að halda þessum bátum gangandi og þeir mega ekki veiða fiskinn sem er þarna fyrir og enginn er að nýta. Nei. Það er þetta sem svíður. Já, en eitt finnst mér líka að vera mjög furðulegt, svo við tölum aðeins meira Hafrannsóknastofnun. Þetta vill maður hafa Hafrannsóknastofnun faglega, vísindalega, en hlusti á gaggrök og sé þannig lýðræðislega uppbyggð að hún geti tekið tillit til margra sjónarmið og tekið þetta til skoðunar og fleiri komið þar að varðandi sem þekkja greinina best, sjómenn og aðrir hagaðilar. En mér finnst alveg furðulegt að þeir hafa gefið það út að þeir skipti sér ekkert af því á hvaða veiðarfæri nú fiskurinn í sjónum er veiddur. Er það alveg eðlilegt? Nei. Ef að við erum að veiða með þeim veiðarfærum sem nú eyðileggja lífríkið, við þekkjum hvernig humarholurnar fóru og annað þvíumlíkt, að það var dregið yfir þær og þar lokuðust og annað þvíumlíkt. Það var alveg forkastanlegt. Ef það skiptir engu máli með hvernig veiðarfærum, það sé ekki tekið tillit til þess, að því það hlýtur að hafa áhrif á uppbyggingu ýmissa stofna í hafinu með hvaða veiðarfærum við veiðum og hvernig það fer með lífríkið. Það gefur augaleið og eins og var hleypt þessum aflmiklu togurum inn fyrir nú á strandgrunnið sem var líka gert hjá síðustu ríkisstjórn því miður. Það var alveg forkastanlegt. Sem var alveg forkastanlegt að það var þetta ekki sem snerti neitt, talandi umhverfismála, að þetta var þetta þvert á alla umhverfisþætti að hleypa svona aflmiklum togurum að auka aflgetu þeirra með sterkari veiðarfæri að draga þarna í botnin. Þyngri og annað þvíumlíkt. Þessi skip, þessi strauboltar sem kallaðir eru, þetta eru kraftmeiri skip, þetta eru Sigurður og Mæ og þessi stóru tógar. Þetta eru kraftmeiri skip, þeir eru meiri afl. Meiri tóvísir, harri tóvísir. En þegar ég reyndi að koma þessu, það er gagnrýni á framfæri sem var að þingmaður þarna, en þá voru rökin á móti að þetta var svo umhverfisvænt vegna þess að þá var styttur á miðin að fara og eyddu minni olíu.
að ég kaupi ekki svona rök á móti hinnu. Nei, þetta heitir að snúa út úr. Já. Alveg reyna línur. Ég sé ekkert að því að hafa togarana þarna úti eins og þeir voru bara fyrir utan 12 mílur og þá upp í þessum grunnum þarna fyrir Suðurlandi, þessum togarasvæðum sem þar eru. En það er alveg óþarfi að hleypa þeim inn á grunnslóðuna, það er alveg bara það er ekkert sem styður það er ekkert sem styður það. Maður heyrt bara frá sjómönnum sem maður þekkir á Akranesi að eftir svona veiðar þarna Faxaflóa að þá séu þeir blettir sem menn hafi verið á þar bara steindauðir í langan tíma á eftir. Það er búið að þurrka upp einhver ákveðin veiðisvæði. Já, þeir eru náttúrulega kannski mest að tala kannski snurvoðina sem já, inn í já, ég segi það. Þess vegna er að tala mismöndi veiðarfæri að mér þykir að það er eðlilegt að Hafrannsóknastofnun hafa einhverja skoðun á þeim, hvort sem það snurvoð eða botnræg veiðarfæri eða hvað. Það er bara algjörlega ótækt að Hafrannsóknastofnun ger ekki upp á milli hvaða veiðarfæri þú notar. Það hefur komið hérna fram í þáttunum, gott ef það bara ekki frá þér, Óli, að þú vildir til dæmis að humar yrði bara veiddur í gildrur. Þess vegna? Já. Ég hef verið á þessu gildru veiðum á grjótkrabba í bæði í Breiðafirðinu og inn í Hvammsfirði. Já. Og þetta er bara fínasti veiðskapur og ekkert að því að veiða í krabba í svona. Í gildrur. Þetta er allstaðar erlendis, þetta er út á Kanaríu, gerðu þetta. Og ég er náttúrulega búin að vera upp í Dutch Harbor í margar vertíðir og þar veiða er krabban í gildrur. Það er bæði humar í Hollandi og Danmörku eru veiddur í gildrur og náttúrulega miklar gildruveðar í Kanada og Ameríku, Bandaríkjunum. Já. En við erum svo stórtækir Íslendingar að við viljum helst bara sópa öllu upp í strax og græðgin hleypur með okkur á gönnur og allt það. En sko með gildruveiðum þá gætur nota til þess miklu minni báta. Já. Og með miklu minni tilkostnaði minni vélar og minni olíueyðslu og öðru þess áttar. Þannig að menn eiga jafnvel að gefa þetta að hluta til frjálst. Og þetta er gert á beitukónginum. Já. Við erum með við erum með $100 á 500 metrum. Já. Og leggjum þetta svo bara allt. Já. Og þarna er næsti dagur og þarna er næsti dagur. Já. Og En það er svolítið þannig eins og við þurfum alltaf að vera með einhverja bara versmiðju skipaða togara í þessu veiðiskap að annað sé ekkert hagkvæmt að það sé bara hagkvæmt að vera kannski með einhverja 8 öfluga togara á Íslandsmiðum og þannig komist þetta best út fyrir þjóðarbúið. En hitt er auðvitað að dreifu svo og það er hægt að gera góða hluti með fjölda annara útgerða flokka og tegunda og þá dreifist líka arðurinn af svo miklu með sanngjarnara hætti út land og milli manna. Já, þar kemur að því. Já. Það á nefnilega að fjappa arðinum. Já, eins og við horfum upp á. Við höfum nú oft nefnt, það má ekki láta auðinn renna út í háræðar þjóðfélagsins þar sem að nýtist fólkinu. Það má ekki. Já, það er náttúrulega meðal annars út af því að við erum ekki að selja fiskin okkar á hæstu verðum. Og það svo er það. Já, ég meina að það er... Hvað ætlar að hafa hann þátt langan? Hann verður bara klukkutími. Nei, ég hef alltaf séð fyrir mér og verið talsmaður þess að allir þurfi að landa hluta sínum afla. Ég nefnt 30% inn á fiskmarkaði. Þá myndi bæða leiguverð lækka í kjölfarið eða væri meira framboð á fiskmörkuðum og það væri þá bara svona eðlilegt að fá líka sanngjarnar og eðlilegra verð til sjómanna. Með því. Já, það er ekki bara sjómennirnir sem njóta góðsæði, það eru sveitafélögin og sérstaklega sjávarútvegs sveitafélög
sem að eru hafnirnar, Hafnarstarfsfólkið. svo kemur tekjuskattur til ríkisins og í rauninni þegar afkoma útgerðar eins og þetta er gert í dag, að það er bara útgerðar þátturinn sem borgar veiðigjöld. Það myndi þýða það að veiðigjöldin myndu hækka líka og þá væru við að tryggja betur fínæðarnar í þjóðfélaginu nýtu góðs af. Þetta er eiginlega og svo er þetta líka eitt sem við kannski svona fer framhjá og er ekki mikið fjallað hve mikið af óunnu fiski er fluttu til annar landa og unni þar sem fólk er á miklu lægra kaupi. Er þetta í lagi að við verðum svona hráefnis útflutningsþjóð með okkar auðlind þegar við getum gert miklu meira úr henni innanlands og mér skilst að það hafi verið flutt út 52.000 tonn af þorski, af fiski í gámum á síðasta ári. Og það er þorskur, ufsi, ísa, karfi. Já. En þetta er þetta... Og þetta skapar ómæld störf, sko. Þetta var unni hérna innanlands. Nákvæmlega, það kannski verið aldrei komast hjá því að verði flutt út, ég er ekki að segja það. En það þarf að vera einhvað þarna sem ítir undir og er svona gulrót fyrir fullvinnslu hér heima fyrir. Það segir sig sjálft og þið munum kannski eftir því að þegar þetta útflutningsálag var lagt á sínu tíma. Jú. Ég man ekki hvað það stóð lengi, þeir kannski muni eftir því. Það var lengi. En er ekki bara í góðu lagi að skoða það í fullu alvöru upp á einhver ákveðnu magni að ef mann farið yfir ákveðnu magni hvert fyrirtæki að þá sé komið einhver útflutningsálag á óunnin fisk. Ég held að það sé nú ekkert sem mælir á móti því að það sé skoðað í fullri alvöru. En það sem er kannski munurinn á þessu í dag og var að í flestum tilfellum eru það þeir sem flytja út fisk í dag í erlendar vinslur er að vinna fyrir pólsk, dönsk eða bresk eða frönsk eða hvað sem eru að selja fiskinn út á föstum verðum. Það er ákveðið áður. Þetta fer ekki... Það ekki... gera greinarmun á því sem fer á markað eða fer til fyrirtæki, inn í fyrirtæki á föstu verði. Já. Þar er verið að stela, segi ég bara reyna línur. Það er verið að stela, ef þú selur það á föstu verðin í fyrirtæki, þá er verið að stela verðmætum. Annað er ef þetta er seltin á markaði, sko, það eru, ég var í siglingum alveg stanslaust í 15 ár á veiðinni, yfir veturinn. Og þar er gæðin alltaf í fyrirrúmi og við vorum heppin með það. Þetta fer allt inn á dýrustu markaði með fisk. Sá fiskur sem fer í gegnum þessa markaði og þar var ekkert vandamál ef að kaupandinn ef að kaupandinn vildi fá að taka fiskinn af markaði til inn í sína vinnslu að því hann hafði eitthvað sérstakt plan með fiskinn þá bara borgaði hæsta verð. Já, fyrir. Skilur, við töpuðum ekki á því. Nei. Að láta 2-3 gáma fara til vinslunar því þeir vildu byrja fyrr eða eitthvað. Já. Að við vorum bara alveg... í tímapressu að gera það. Láti viðkomandi veitingastaði en hann var búin að sætta sig við hæsta verð. Hann fekk bara reikning að hæsta verði. Svoleiðis að hann var ekkert að potast neitt, hann vissi alveg hvað hann var að gera. Svo spyr maður sig einu varðandi erlent eignarhald í sjávarútvegi. Að hvernig er það ef maður myndi skoða þessa virðiskeðju varðandi útflutninga á fiski og verksmiðjur sem vinna fiskinn þar og eru kannski að hluta til í eigu erlendra aðila. Er hægt af því að erlendir aðilar komi bakdyra megin inn í eignarhald á íslensku sjávarútvegi? Ég er ekki að fullyrða það, ég bara spyr, mætti ekki skoða þetta? Eru það ekki Íslendingar
Ég þekki það ekki, en þetta býður þetta ekki upp á eitthvað slíkt? Við vitum nokkrar fiskvinnslur sem Íslendingar eiga og eru erlendis. Já. Sem kaupa af íslenska fyrirtækinu. Já, á verðlagsstofu verði. Já, hérna halda heima. Verðinu þá niður hérna heima. Já, halda verðinu Og niður. selja svo út á markaðinu hinum megin. Já, og hirða mismunin. Það er þessi virðiskeðja. Þeir hafa ekki haft eins hátt hana síðan þetta kom upp. Þessi virðiskeðja gekk bara út á þetta. Selja sjálfur sér fiskin erlendis. Já, meðal annars. En svo þetta að menn megi ekki eiga meira en 12% eða eiga, ég má nú ekki segja eiga, heldur hafa meira en 12% að aðgangi að veiðiheimildum, að hvaða eftirlit með því eða eitthvað gert í því ef menn eru komnir yfir, að stjórnvöld hafa hyggst á þessu ansi lengi að taka á þessu því að menn vita alveg að svona... Ætlaði ekki Kristján Þór Júlíusson að gefa þeim einhvern 5 ára frest til að... Komast undir þakið? Hvaða rugl það? Þeir átt aldrei að fara yfir. Nei, einhverjir sem brjóta lög, ef þú keyrir á 120... Svo þurfum við að væla út úr þeim fisk fyrir strandveiðibátana. Þetta er alveg gjörsamlega galið. Margt skrítið í Kýrjásnum, það er ekki að segja... En það kom frá strandveiði sjómönnum þetta tilboð að þeir væru reiðubúin að borga var ekki 100 kall á kílói 150 kall var komið 150 kall nú sko af hverju má ríkisstjórnin ekki bregðast við þessu? Já, það náttúrulega að breyta lögum en það væri alveg hægt Nú býttu nú við en þeir hafa ekki svarað það þarf að breyta lögum Já, og þú ert búin að úthluta núna fiskveiðiheimildum fyrir þetta fiskveiðiár en þú getur breytt lögunum þannig að á næsta fiskveiðiári 1. september svona mikið þá fara 30.000 tonn til Landssamband smábátaeigenda sem þeir ætla að borga 150 krónur veiðigjald á markað Það var nú eitt af því, svo ég sé nú í fornöld hérna, að þeim var átti sína fortíð og á sína fortíð að þegar var reynt að breyta þessum lögum þarna í stjórnartíð Jóhanns Steingríms að þá var þetta eitt af því og ég talaði mjög fyrir því að hafa leigupott ríkisins. Að það hefði bara gjörbreytt líka að ríki væri með leigupott og það væri hægt að stýra aðgengi að þeim leigupotti til minni útgerða og annað þvílíkt. Nákvæmlega. Mér hefði fundið sko að það hefði algjörlega skipt miklu máli að vera með leigupott ríkisins og ég bara ennþá er alveg sannfærið það ef einhverjir hefði nú kjark til þess að fylgja einhverju svona eftir en þetta blessa kvótakerfi eða ekki blessað að það virðist vera eins og bara greift í stein að það sé bara megi ekki hrófla við neinu. Það má engu breyta. Það má engu breyta. Nei, það er nú málið. Og þú hefur náttúrulega tekið eftir því þegar var verið að ræða hækkun veiðigjalda á síðasta ári. Þá var heimsmet á Íslandi í málþófi sem að verður kannski endurtekið núna í sambandi við það að leyfa þjóðina að kjósa það hvort að vilja aðildarumsókn ESB og það lítur allt út fyrir það að það verði annað met sett. Já, maður alveg svona því og maður veit aldrei alveg hvað snýra upp eða niður að þessari blessaðar stjórnaranstöðu hvað hún dregur sína víglínu. Og þetta eru, það má ekki segja það kannski, en þetta eru sérhagsmunir annars vegar og heildarhagsmunir hins vegar. Það er það sem við erum að fást við alla daga. Já, það er auðvitað og þjóðin þarf auðvitað að vera upplýst að ég kannski sem landsbyggðarkona og landsbyggðarþingmaður ég hef ákveðna áhyggjur af því að svona áhugin á því sem snýr að landsbyggðunum, sjávarútvegi, landbúnaði að áhugin sé ekkert allt of mikill þó hann sé vissulega til staðar hjá ákveðnum aðilum en mætti vera miklu meiri því að við þurfum á því að halda að það sé sterkar raddir sem tala fyrir landsbyggðina og
hafi svona þekkingu á málefnum hennar því að Ísland væri ekki mikils virði ef við stefnum að því að hafa hérna bara eitt öflugt borgríki, að við þurfum að rækta okkar landsbyggð og hafa þar öfluga atvinnugreinar og menntun og samgöngur og annað, því það skiptir bara mjög miklu máli að við plumum okkur í þessu alþjóðasamfélagi sem sterkt þjóðfélag. Já, en við náttúrulega tökum bara eftir hvernig ríkisfjölmiðlinn fjallar þessi grundvallar atriði, þar að segja sjávarútveg og landbúnað. Það kannski heldur meira að talað landbúnað sem skiptir kannski miklu minna máli heldur í sjávarútvegur, en hann virðist vera algjör bannvara að ræða það. Það virðist vera orðið ansi mikið tabú, maður veit ekki hvort að það sé þekkingarleysi, áhugaleysi eða að það þykir bara ekki mjög smart að tala sjávarútvegsmál og það voru margir sem vissu ekki hvað grásleppa væri yfir höfuð, svo að það er nú bara eins og það en ég sakna þess að til dæmis Ríkisútvarpið sem auðvitað miðill allra landsmanna, að hann hefur bara skyldum að gegna og á að sýna sóma sinn í því að fjalla þessi mál, eins og ég veit að þú þekkir Grétar varandi eins og auðlindin sem var á dagskrá hjá útvarpinu. Já, það voru alltaf stuttar fréttir á hverjum degi, 5 daga vikunar, eitthvað fréttir úr sjávarútvegi, bæði hvernig fiskiri gekk á einstaka tegundum og einstaka veiðarfærum, sölur erlendis og hérna markaðsverð í heiminum og hérna og yfir höfu bara hvað var að frétta svona frá degi til dags. Og þetta auðvitað bara synd að þetta skuli hafa dottið upp fyrir. Það þarna 93, 4, 5, 6. Þarna bara þöggun. Það bara verður til þöggun. Það var bara eins og þú segir ekki smart að tala sjávarútveg. Nei. Það var bara að þagga niður og svona þættir og annað. Þetta var bara slökkt á þessu. Já. En ég finn það bara að þetta spjall okkar einu sinni í viku, að ég fæ mikil viðbrögð frá fólki hringinn í kringum landið sem fylgist með þessum þáttum og finnst þetta vera nauðsynlegt. Já. Og þetta hefur bara skipt miklu máli að þessi þáttur sé til staðar og hann að fylla upp tómarúm sem hefur og fjölmiðlar hafa almennt ekki verið að sinna neinu gagni. Ég ætla nú að nefna þann miðil Morgunblaðið sem hefur nú kannski í sömu fréttaflutningum í blaðinu sjálfu verið að fjalla landsbyggðina og annað þvílíkt og bara virðingavert að hann gerir það þó maður sé ekki sammála pólitíkinni þar svona þegar hún skín sem skærust í gegn hlutina. Já. En núna þegar að við vorum að fjalla þessa blessuðu grásleppu að þá var þar umfjöllun, hann kom ekkert fram frá sjónarmiðum okkar sem stóðum fyrir því að leggja fram þetta frumvarp og berjast fyrir að ná grásleppuna kvóta. Það var stanslaust verið að hamra á því. Þetta stæðist ekki stjórnarskrá, haft beint eftir þeim þingmönnum sem létu hvað vest í þessu máli og töluðu þetta niður að við værum að brjóta allt sem hægt var að brjóta, þingsköp, stjórnarskrána og óvönduð vinnubörð og allt þetta. Þetta var allt haft eftir og tínt til en það var ekkert verið að fjalla það sem við sögðum í þessu máli sem stóðum í forsvari fyrir það. Það var bara önnur hliðin. Það var bara önnur hliðin dregið fram og þetta þetta engin fréttamennska svona fréttaflutningur. Þetta pólitískur áróður og þannig finnst manni að menn eigi ekki að haga sér en þetta Morgunblaðið þannig þegar þannig liggur á því að þá það bara pólitískur. Þú veist hverjir eiga Morgunblaðið, eru stærstu hluthafarnir. Mér grunar það. Já. Þetta að ske núna, við erum að horfa á þetta á sín. Þetta að ske á sín. Þetta að færast, sjáu þið hverjir bara virðast bara vera
komnir með sko kort. Að Þeir því- eru bara komnir með Já, kort já. á bylgjuna og síðdegis. Af því það ekki alveg það sem ekki, eða það sem ekki fjallað heldur bara þessi þöggun sem verður, já. þessi þöggun. Já. Það er partur af Það er áróðurinn. partur af. Það klókur leikur hjá Já. þeim sem vilja vera með þöggun að yfir höfuð fjalla ekkert hlutina. Það er enginn að fá Jón Gunnarsson í bylgjuna fyrir skemmtiatriði, skilurðu. Hann kaupir ekki auglýsingar. Ég get alveg lofað þeim því. Bæði á bítinu og eins í eftirmiddagi. Þeir fá ekki auglýsingar út á Jón Gunnarsson. Ég get alveg lofað þeim því. Nei, við þyrftum svona meiri rannsóknarblaðamennsku og bara áhuga á því sem að gerast og kveikja í hvað raunverulega skiptir máli. Það sé ekki bara svona fréttaflutningur, Það er fyrirsagnir og séð og heyrt einhvað hver sætastur í dag og annað þvílíkt. Það er eini fjölmiðlinn sem eitthvað fjallar sjávarútvegsmál annars slagið. Það er heimildin. Heimildin, já. Já, það er það eina Já, sem já, að þeir mega alveg eiga það, Já. að þeir gera það. Þeir hafa gert það aðeins. Það má ekki alveg kannski setja saman sem merki alla fjölmiðla. Nei, það er alls Við erum ekki að því. en Þeir eru þetta þarna tveir núna, greinilega. mjög áberandi hjá dæmi. ríkisfjölmiðli. Já, og þar maður Ríkisútvarpinu. bara mjög áhyggjufullur að ég hef nú alltaf verið hollvinur Ríkisútvarpsins og vill að við höfum nú fjölmiðil í eigu allra landsmanna, en hann þarf líka að rísa undir til hlutverki. Ekki bara þegar á einhverju sparidögum þegar þarf varðandi almannavarnir eða almannaheill eða einhvað. honum Líka varðandi hentar. okkar nú atvinnuvegi og hald á lofti málefnilegri umræða báða kanta. Nákvæmlega. En sérðu fyrir þér ekki kannski alveg strax að leggja áherslu á einhver önnur atriði varðandi breytingar? Ertu búin að kynna þér nýju skýrsluna sem kom í dag frá Hafró? Nei, ég hef ekki haft tök á því að Nei. kynna mér hana en á eftir að gera það. En verkefni framundan eru núna bara varðandi sjávarútveginn mínu huga að berjast fyrir því að tryggja nægar aflaheimildir til þess að við getum tryggt 48 dagana og það verið gert með sóma og það sé einhvað sem menn geti þá haft einhvern fyrirsjáanleika og ekki nú og það á ég við alla landshluta að þessi tryggt í öllum þessum 4 mánuðum. Sérðu fyrir þér að væri hægt að flytja frumvarp núna það að trillurall yrði löglegt með sumrinu og sett í það einhver 2-3 tonn. 2000 tonn. Ég hef nú talað fyrir því á mínum vettvangi þó það hafi ekki orðið af þingsályktunartillögu eða lagafrumvarpi. En þetta er eitt af því sem ég hef komið að framfæri að mér finnist þurfa að gera og ef að það þarf að flytja einhvað slíkt mál að þá mun ég skoða það en við náum einhver slíku á þeim fáum dögum sem eftir eru þessu þingi. Það verður bæði þetta hlé fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og síðan eru páskarnir svo að við eigum ekki marga daga eftir á þessu þingi því miður. En þetta gæti komið til greina jafnvel fyrir næsta fiskveiðiár. Já, ég er bara alveg þar. Mér finnst það bara mjög málefnalegt að það sé hort til þess að það sé rannsakað sem hefur ekki verið gert hérna kringum nú grunnsafið kringum landist nú á grunnslóð að það verður að vera og þar eru nú þeir sem eru á strandveiðum smábátaútgerðin best til þess fallin, það segir sig bara sjálft að nota þann mannauð og þekkingu og þá staði sem menn eru að veiða þekkja þessu hendin á sér. Reyndar til alveg frá því að kvótakerfið var sett á 1984 eru til veiði skýrslur allra báta, allar götur síðan. Er eitthvað gert með það? Nei, það er nefnilega ekkert gert með það. Þetta er allt til. Þetta er allt til, öll þessi gögn. Já. Við mistum veiðileyfi ef við vorum of seinir að skila. Heldur betur, við fengum ekki að fara út aftur. Við fengum ekki að fara út fyrir en við vorum búin að skila af okkur veiðidagbók. En það er þetta ótrúlegt að öll þessi skriffinska sem er orðin í kringum þetta. Í hvert einasta ból
veður, Já. straumar, allt skrifa niður. Já, já. Þeir gerðu ekkert með þetta. Í Man er rauninni ekki annað í hug en að þetta væri bara sett í tölvur núna og nú er komin þessi gervigrið. Já, já. Og svona afla samsetningin að ég tek undir með þér, Óli, varðandi að maður hefur bara stanslust af fréttir af þeim sem hafa verið á strandveiðum bara síðustu sumur. Þetta er bolfiskur, stórfiskur og góður Já. og bara að það skuli ekkert vera hort til þess að menn horfi nú eitthvað til þess hjá okkar Hafrannsóknastofnun hvað þarna er á ferðinni. Skilur, ef þú vilt læra, læra hvað er að ske, þá tekur þú marka þess. Auðvitað. En það er nú sem betur fyrir Óli ekki lengur á strandveiðum, sko, hann var hræddur við alla stóru þorskana sem Já. Hann flúði í land. Hann flúði í land og var skelfingu lostinn þegar komu 10-15 kílóa drjólar á krókana hjá honum. En enga síður þá er þetta nú staðan. En Óli, er eitthvað sem við langar að segja svona í restina hjá okkur? Já, mér langaði nefnilega, sko, ég er búin að segja þér, ég er agndofa yfir hegðuninni á þingi. Núna, sérstaklega, menna þið eruð að gera flotta hluti og það er hegðunin sérstaklega sjálfstæðismanna. Er Bjarni Benediktsson búin að eyðileggja sjálfstæðisflokkin? Mannauðinn í sjálfstæðisflokkin. Nú er ég kannski ekki rétt að manneskjan til að svara Mátt fyrir kannski það. ekki svara þessu. En þetta dettur Já, mér já. í hug. Þegar ég horfa á þetta fólk, ég nefndi Jón Gunnarsson, hann er algjörlega búin að missa alla virðingu sem ég hafði fyrir honum. Og þessi formaður, meina, málefnaleg umræða þessars formars, hún er ekki að heilla mig upp úr skónum, ég verð alveg að segja þess að. Sko, við sögðum á hann, það er grímulaus hagsmunagæsla og hún virðist ekki stjórnast af einhverju trú á einhverju pólitískri trú eða neinu. Hún virðist vera keyrð áfram af einhverju allt öðru. Er eitthvað sem hringir í þetta fólk og sagði, taktu eitt snúning á þeim í viðbót. Hvað keyrir þetta fólk að fara 4 sinnum upp í pontu með sömu ræðuna? Já, ég held bara að fólk haldi að þetta hafi einhver áhrif og þeir veiði einhver fleiri atkvæði, eru þetta bara látt niður í skoðanakönnunum og halda að þetta sé að skila sér en ég held að Útgerðin er ekki mörg atkvæði. En ég held að sé bara mesti misskilningur og ég græta nú ekki neitt á að fylgi mingi hjá þeim ef að þetta þarf til að fylgi mingi þá mega þeir fara mörgusönnum uppi með sömu ræðina mín vegna. Við horfðum á það þegar að eftir kosningastígurinn 1995 vorið þegar Sjálfstæðisflokkurinn vann stórstígur 42% á hérna Mókum Fransson og Flórin sem fóru að hérna kröfu vestfirskra alþingismanna í flokknum að afnema kvótann. Þá komu þeir í heimsókn, Kristján Ragnarsson, Þorsteinn Már, ég veit ekki hverjir aðrir voru nefndir, sennilega Brynjólu nú verið það maður líka, og þeir hirtu flokkin. Og góðkynningi sem þú nefndir á hann, sem maður sem var þannig inn á flokkstingi, hann sagði að eftir það, þá var bara klappað, þá stóðu þeir upp sem voru í atvinnumálanefnd, löbbuðin í herbergi og lokuðu dyrunum og það fór aldrei nokkur maður þar inn og hefur ekki farið í atvinnumálanefnd heldur en útgerðarmenn. Og við fylgdust með því hérna Júlíus Geirmundsson, forstjórinn, var bara forstjóri atvinnumálanefndar hjá þá flokknum. Já, við þekkjum þessa sögu, Óli, og við vonum að hún endurtaki sig ekki. Er hún ekki að endurtaka sig í Viðreisn? Já, ég ætla nú ekki að fara að vera einhver dómari í því. Nú er ég að tala. Já. Fyrir ekki, ég er ekki að taka orðin. Ég tek ábyrgð á mínum orðum. Já.
hérna Guðmundur í Brim satt í pallborði hjá Viðreisn. Meina, Já, það er víti til að verjast kæru Viðreisnar menn. Víti til að ætli að fara sömu leið og Sjálfstæðisflokkurinn. Já, þú sendir þeim þessi skilaboð. Já. Það sem ég vildi kannski... Ég var sjálfstæðismaður fyrir söluna á búr. Ég er nú svo heppin að hafa ekki verið þar, en það sem ég vildi segja kannski, verandi búin að svona fylgjast með þessum og vera þáttangandi í þessari umræðu sjávarútvegsmál, bæði verkalýðshreyfingunni og síðan sveitarstjórnarmálum og í landsmálapólitíkinni, að þetta litla sem eftir til skiptana til að vera með einhvað frelsi fyrir þá minni, lítil og meðalstór fyrirtæki eins og ég hef oft sagt, að þetta litla sem eftir sem ég vil nú gjarna aukist upp í 8,1% en ekki 5,3%, geta menn ekki látið þetta í friði. Fá menn aldrei nóg, þurfa menn að vera að berjast gegn því að þetta kerfi sé lagfært þannig að þjóni þenn tilgangi, efla byggði í landinu, jafnræði og réttlæti gagnvart minni sjávarbyggðum og einstaklingum. Má ekkert verið í friði, þurfa menn að gleypa allt. Þarna lýsir bara græðgin og frekjan sér og sérhagsmunagæslan að fá aldrei nóg. Og ég ætla meðan ég hef einhver tök á með mínu góða fólki sem sama sinnis að berjast gegn þessari græðgi og frekju og berjast fyrir réttlæti þó ég vildi hafa þetta meira svigrúm til frelsis heldur en við höfum í dag. En við verðum að vinna vel úr því sem við höfum og passa okkur á því að það sé ekki með einhverjum undirboðum og annað verið halda áfram að mjólka úr þessu beint og óbeint til þeirra aðila sem hafa ekkert með þetta að gera. Almenni byggðakvótinn. Ég baði úttekt á því hver ég væri að fá hann fyrir einhverjum 2-3 árum. Það kom í ljós að það endaði höndum stórútgerða. Þetta ekki í lagi, þá eftirliti með þessu ekki í lagi. Þetta eru byggðaaðgerðir og byggðirnar fóru mjög illa marga hverja út úr kvótakerfinu og okkur ber skylda til þess að skila tilbaka sem við getum til byggðana og að þau geti nýtt sína auðlindir í nær umhverfinu. Og halleluja og amen eftir efninu hjá mér í bili. Þetta bara frábær enda orð í þættinum. Lilja Rafney Magnúsdóttir og Ólafur Jónsson. Ég ætla að þakka Pétri Fjellsteð fyrir að taka þáttinn upp og sýna hann á 5. klukkan 6 og svo hvet ég þá sem hafa áhuga á að hlusta á sjávarútvegsspjallið og aðra þætti sem eru hér á stöðinni að styðja við bakið á stöðinni með því að gerast áskrifundur. Svo þakka ég fyrir mig. Takk. Takk að þér. Takk fyrir.